Hvernig að vera fyrrverandi þingmaður? Og ekki eldri en þetta. Og ekki eldri en þetta. Takk að vera, það er hérna að vissan hátt sérstök lífsreynsla að hafa farið inn í pólitíkina á þessum líka tímum, mestu umbrotatímum íslenska lýðveldisins og komast þokkalega óskáttaðar frá þessum háska sem pólitíkin var og er kannski einhver leiti ennþá á Íslandi eftir efnahagshrunið. En þetta var feikilega áhugaverð reynsla og ég hef stundum orðað þannig að þetta var mjög merkileg lífsreynsla á mjög merkilegum vinnustað, á mjög merkilegum tíma í tiltölulega ómerkilegum bransa. Vegna þess að fyrir mig sem kom utan á götunni, bara utan úr atvinnulífinu, hafði meira menn unni bara út á markanum hjá einkafyrirtækjum allar minn atvinnuferil. Það var mjög einkennilegt að koma inn í þetta vinnulag þar sem að mér var ekki ætlað að hrósa fólki úr öðrum flokkum, heldur einungis úr mínum eigin flokki. Og ef ég var að gagnrýna mitt eigið fólk, þá var mér, ég vil tjáða að ég myndi hafa verra af. Þannig að þetta eru vinnubröð sem ég hafði ekki tæmið mér. Ég var náttúrulega búin að vera blaðamaður, fréttamaður, fréttastjóri, rithöfundur og hvað þetta allt saman heitir fram á því. Og þar gengum menn einfallega í verkin, hvar í flokki sem þeir voru, fundu bestu niðurstöðuna og sættust á hana og gengu síðan að næsta verki. Ég ætlaði að reyna þetta fyrir mér þegar ég kom inn á þing, í nefndum og öðru starfið þar. En það tókst ekki, eins og frægt er. Mönnum ber að tala illa aðra flokka og tala vel sinn flokk. Ég kann ekki með það, ég vil helst bara segja hlutina eins og þeir eru. Og þegar ég til dæmis byrjaði að hrósa sjálfstæðismönnum eða framsóknarmönnum fyrir svona uppbyggilegar tillögur sem mér fannst margt vera gott í, þá var ég einfallega spurður, ætlar þú að vera í stjórn eða stjórnarandstöðu? Já, þú meinar. Já. Og þetta er það sem háir alþingi og þetta er það sem gerir virðingu alþingis kannski minna en ella vegna þess að fólk á að vinna saman. Það á að vera grunnstefið í mannlegu samfélagi. En nú er það þannig rauninni að við erum svona flest okkar alinn þannig upp. Já. Að við eigum að vinna saman og svo kannski fer maður inn í eitthvað svona aðstæður og skilur þetta bara ekki. En er maður fljótur, varstu fljótur að venja þig af þessum ósóma? Nei, ég gat það eiginlega ekki. og sko, það kannski háði mér innan mjög stóra gæsalappa að vera ekki alinn upp í stjórnmálaflokki. Vera ekki alinn upp sko í einhverjum innmúruðum fílabensturni og það kannski háði mér að hafa unnið út hjá markanum þar sem að hlutirnir eru unnir með árangur í huga. Og innan alþingis er ekkert endilega unnið með árangur í huga. Það er unnið með hagsmuni í huga og það er unnið með það í huga að flokkurinn svona dafni vel í skoðanakönnunum. Sérðu það fyrir að þetta breytist einhvern tíma? Ég held ekki. Ég held að þetta sé að einhverju leyti falið inn í lýðræðinu sjálfu. Já. Flokkar þurfa að keppa hver við annan, ná hilli, stundum með lýðskrumi, stundum með áhugaverðum uppbyggilegum tillögum og allt þar á milli. Og þess vegna er þetta keppnum það að láta andstæðingi líta frekar illa út, frekar en hinsinn og að maður sjálfur sé svo litið merkilegur og góðu pappír. Og þetta er svo litið eins og í hnefaleikunum að ég held að sko, þú getur aldrei búið upp á hnefuleika ef mann hætta að slá hvern annan í andlitið. En sko, hvernig var það fyrir þig sko, á þessum tíma sem þú varst á þingi? Varstu svona að hugsaður, ég ætla að breyta heiminum? Jó, mér langaði að koma fram með margar svona áhugaverðar tillögur og umbætur, sérstaklega kannski á sviði félagsmála, málefna fatlaðra og í menningunni og reynda líka í atvinnumálum. Sérstaklega á þeim tímum þegar að all stór hópur fólks á Íslandi var án vinnu og ég lenti í sjálfur rétt áður en að ég fór inn á þing að hafa verið sparkað af Stöð 2 nákvæmlega á sama tíma á konu minni og konunan mín átti erfitt með að fá vinnu fyrstu vikurnar eftir að henni var sparkað af Stöð 2 eftir farsælt 25 ára starf og miklu uppbyggingu.
þetta voru nú launin þá, en ég áttaði mig á því að það hlaut að vera forgangsmál og eitt af stóru velferðamálunum eftir hrunið að koma eins mörgu fólki til vinnu og hægt var og þess vegna horfði maður til allra leiða í þeim efnum. Það vil oft gleymast að eitt stærsta velferðamál hverjar þjóðar er að fólk hafi vinnu. Vinnan er eiginlega svona það sem, hún er eiginlega svona frumlagið í öllu gangverki samfélagsins, andlagið er síðan það sem við á að éta í heilbrigðismálum, menntamálum og öðrum samfélagsmálum. En hvernig leiðir í kosningabaráttunni? Hvernig fannst þér að vera að koma fram og segja hér er ég og þetta er það sem ég stend fyrir? Já. Hvernig fannst þér það? Mér fannst það mjög skemmtilegt. Ég náttúrulega hef átt í láni að fagna sem blað- og fréttamaður í nánast 30 ár áður en ég fór inn á þing, nákvæmlega 28 ár, að hafa farið að ég held á öll byggð ból á Íslandi, allt land, mjög víða erlendis og eins og þú þekkir með fréttamenn, þeir fara allt samfélagið. Það er bruni í Grindavík, illu heillu og þú bara veður inn í verksmiðjuna og athugar verksummerki og tala við rannsakendur. Það er gjaldþrot í Ólafsvík og þú mætir á staðinn og ert með fólkinu á starfsmannafundi og annað slíkt. Þannig ég var mjög vanur og sjóaður í því að vera innan almenning og ég áttaði mig á því þegar ég fór í pólitíkina hvað ég hafði verið mikið á meðal fólks og kannski þó að sé skrítið að segja frá því æfður í því að vera innan fólkið sem er að vinna sína vinnu út í öllu samfélaginu hringinn í kringu landið. Það hjálpaði mér mjög mikið og þetta er nú svona eitt af því sem mér finnst hvað skemmtilegast og hefur nýst mig líka sem rithöfundur og ljóðskáld. Það er að vera innan alls konar fólk og ég hef alltaf dásamað það samfélag sem gerir ráð fyrir breiddinni, alls konar fólki, kynlegum kvistum, sérstæðu fólki, venjulegu fólki, háa og lágursnöðu, feit og mjóu og þannig að ég taldi mig hafa kynst þjóðfélaginu mjög vel áður en ég fór inn á þing og það hjálpaði mikið og ég sá til dæmis á öðrum félögum mínu sem höfðu kannski verið í störfum sem kröðust þess ekki að það færi út á akurinn og út á meða fólks að það átti mjög erfitt kannski með að fara inn í frystihús, fara inn á sjúkrahús og brytta upp á einhverju samtali. En ég hafði 28 ára reynslu í því að tala við fólk þannig það er svona gott einmitt sem það þurfi ekki að koma og tala við fólk og byrjaði að tala um veðrið heldur það var hægt að bara fara og tala og þetta náttúrulega hjálpaði líka að fólk þekkti mig. En meðan þú varst þingmaður íttur þú þá ljóðskaldinu og rithöfundum bara í burtu? Nei, mér hefur aldrei tekist það og ég Hefurðu reynt það? Ég hef reynt það samviskusamlega og hugurinn bara einhvern veginn fer alltaf í þá áttina bara eins og leikur sækir sjóin heim og við tölum einhvern tíðan nokkur skáld og komast það í niðurstöðu að þetta væri svona svo litið heppileg fölluna því leiti að menn hefði ljóðsýn á lífið og skáld sem æfast í því að vera skáldlega einhverju leiti þau ganga fram hjá ljósastör og hann er ekki grár fyrir þeim, hann er eitthvað sem kveikir einhverja mynd og úrverður ljóð, jafnvel bara fram hjá næsta ljósastör og þetta er gott og gilt að vissu marki en getur verið hvimleitt á stundum. Já, akkurat. Vegna þess að ljóðskáld yrkja reiðina býsna af kvæðum og ljóðum og fæstaði ratar á bækur og mestur hluti tíma ljóðskáldsins vera að vinsór og það er kannski 500-600 ljóð og svo ætlar að byrta 50 þannig að nei, ég gæti aldrei bæði yrkið mikið hefðbundið undir venjulegu háttalagi og síðan í frjálsri formi svo kallega prósa og skrifa líka bara sögur eins og gengur gerist en þegar þú komin yfir ákveðið strik á ferli þínu sem ljóðskáld þá er eins og þú getur ekki hætt. Ég þekki nokkra sem hafa getað hætt en aðri geta það bara einfaldlega ekki. Getur þú hugsað þér að hafa bara þann titil Sigmundur Ernir að bara vinna við það að vera ljóðskáld? Já, ég er búin að vera það frá því að ég hætti á þingju og gat blessunlega leyft mér að snúa mér alfarið að ritstörfum og það er mjög heillandi. Ég hef reynda gert þetta allar mína tíð en ekki svona í föstu starfi ef svo má segja og það er dýrlegt, skal ég segja þér, að vakna á morgnana, koma fólkinu sinni út úr húsi,
og setjast svo með kaffibollan og byrja að skrifa vegna sem að gerir það best á mótnana. Ég þekki þá var öll mínu bókum að þú skrifar langsamlega best með hugan hreinan eftir nætursvefn og vinna nokkuð stíft í 2:00, gerast þá húsmóðir, taka til á heimilinu, taka svo á móti yngstu dóttur sinni, 8 ára gamalli og reyndar 9 ára og gefa henni að borða og síðan seinnipartinn setjast aðeins yfir það sem eru verið að vinna daginn og búa sér til kvöldmat fyrir fólkið sitt daginn. Þannig að þetta samblanda rithöfundi og húsmóður svona að mínu viti eitthvað það mest heillandi sem ég hef orðið vitni að í mínu lífi. En þetta sko að neyðast til þess að skrifa, til þess að þú fáir hafir einhvern pening til þess að lifa. Þarftu að gera það? Þarftu, þú veist, nú verð ég að skrifa einhverja bók. Já. Og ég verða að þetta náttúrulega hittir náttúrulega svo rómantískt. Já, hittir náttúrulega óskaplega rómantískt að vera miskilið óskald upp á Kvistarbyggi og með merkla og fúna lappir en maður verður að hafa í sig á og ég hef alltaf verið með stóra fjölskyldu frá því ég byrjaði að búa og búið til mikið af börnum blessunarlega og þess vegna þarf maður að hafa einhver innkomu og ég hef nú átt því lána fagna að skrifa metsölubækur sem hafa gefið vel af sér en þess á milli seljast bækurnar minna ég tala um ljóðabækur sem sjaldnast seljast yfir 1000 eintökum og þá koma til ýmsir styrkir og ég mjög talsmaður þess að samfélagi gerir ráð fyrir menningunni, það styrki ekki bara bændur hringinn í kringum landi, heldur líka listamenn hringinn í kringum landi til þess að þeir geti skreytt samfélagið og ég hef fengið reyndar örsjaldan rithöfundalaun en þessa milli verður maður að treysta á lesendur og ég ger það. Já, en af hverju er alltaf verið að rífast menninguna? Af hverju ég held að fólk sumhvert taki menningun ekki nóg alvarlega og það er margs sannað að þetta er atvinnugrein sem er ekki bara skapandi sjálfu sér, heldur líka skapandi þegar kemur að peningum og hagkerfinu sjálfu og hver listamaður getur af sér mjög mörg störf. Rithöfundur getur af sér útlitshönnuð, forlög, yfirlesara, prentsmiður, bóksala og svo framvegis og annað eins á við myndlistamenn og leikara og hvað þetta allt saman heitir og framlegðin í þessari grein er gríðarlega mikil og við eigum að veðja á hana vegna þess að það skapar fjölbreytni í samfélaginu og við þekkjum það bara frá sögu búferlaflutninga mannsins að hann sækir í fjölbreytnina frá einsleitinni í fjölbreytninni og þar vegur hlutur menningarinnar hvað mest. Við sækjum heimsborgir vegna sögunar, vegna menningarinnar og vegna matarhefðar sem sumpart er í rauninni menning og saga líka í flettað saman í gott bragð og síðan til að vera saman hvert með öðru. Ja. Þannig að það er þetta sem gerir samfélag okkar áhugavert og þess vegna eigum við að reyna að stuðla því að það verði ennþá áhugaverðara með því að byggja frekar undir þessa grein eins og við höfum gert með aðrar greinar. Við höfum látið óheyrilega mikla fjármuni í að byggja upp sjávarútveg og landbúnað sem er gott og gilt og reyndar iðnað að einhverju leyti, ferðaþjónustu að mjög litlu leyti og ég held við þurfum aðeins að fara að snúa þessu við og horfa til þessara þátta til þess að breyka samfélagið, að horfa til ferðaþjónustunar og þá menningarþjónustunar í ferðaþjónustunni og síðan hinnar sígildu menningar starfsemi hringinn í kringum landið og vegna þess að tökum bara sem dæmi lítið þorp einhvers stór landinu. Við getum sagt að það sé Djúpivogur sem er með sína Hammond-hátíð. Hvað gerir þessi Hammond-hátíð fyrir Djúpavog sem er vel að merkja eitt fegursta þorp landsins? Það kemur þorpinu á kortið. Það skapar sérstöðu samfélagsins og menn átta sig á því að það er ekki bara fiskur undir steini, heldur líka líf og fjör, samheldni og menningarstandard sem fólk vil sækja heim. Og ef ég myndi nefna Djúpavog í einu vettfang í dag, þá myndi fólk tengja það við menningu.
en ekki endilega bara fisk. Og það er þetta sem breytir svo miklu í menginu og menn verða að fara að átta sig á. Lendur þú ferðið tögunar að þegar þú heyrir fólk að við tala listamenn, þetta er bara einhverjir vesalingar með trefla og lendur þú viltu ferða að rífast um þetta eða verður alveg brjálaður? Já, ég er nú lélugur til rifrildis en ég verð leiður vegna þess að mér finnst þetta er oft byggt á fordómum. Þetta er ekki vinnandi fólk og þröngsýni og ef við nefnum vinnu í þessu efni þá held ég til dæmis að það sé vandfundari vinnusamari maður í Íslandssögunni heldur til dæmis Halldór Laxness. Ég held að sé valla til vinnusamari Íslendingur í gegnum tíðina og ég get nefnt fjöldan allan af öðrum listamönnum. Erró er til dæmis maður sem hefur sjaldnast unað sér hvíldar í þau 80 ár sem hann hefur lifað og listamenn yfirleitt hörkuduglegt fólk og hefur komist áfram vegna þess að það beitir sjálft sig miklum aga og öðru sér kemst ekki áfram í þessari grein. Þú verður að vakna hverju mótni bara eftir eins og hver og einn og halda þig mjög stíft að verki og vera þinn eigin verkstjóri og þá við reyndar alla listgreinar og þess vegna finnst mér svo litið gæti tölur að þröngsýn í því þegar að fólk segir að listamenn séu ekki að vinna. Þeir eru sannarlega að vinna. Þetta er oft verið sagt þannig. En hefur þú til dæmis, þegar þú varst á þingi, varst eitthvað að berjast fyrir þessu málum öllum? Já, meðal annars og líka einfallega að halda í þau gildi sem við viljum hlúa að í samfélaginu að það sé gert ráð fyrir styrkjum til kvikmyndagerðar, alveg eins og til landbúnaðar. Það sé gert ráð fyrir styrkjum til myndlistamanna, rithöfunda og leikara, alveg eins og við viljum styrkja við ferðaþjónustuna. Við megum ekki í einu orðinu segja að það sé nauðsynlegt að styrkja atvinnulífið, en það megi ekki styrkja eina tegundars. Það er tvískurningur sem er engum manni hollt að stunda. Sigmundur Ernir, þú varst með bók þessi jólin. Já. Af hverju skrifaður bók Vilborgu Hólfara? Þá fræknu konu. Það var tiltölulega einföld ástæða fyrir því. Vilborg Arna Gizurardóttir fór sína för á Suðurskautið sem er kaldasta land og álfa heims fyrir ösku ári. Lagði út ísinn upp úr miðjum nóvember á síðasta ári og kom í mark 17. janúar í ár. Og hún gekk þessa leið í þágu lífsstyrktafélags Kvennadeildar Landspítalans. Hún vildi láta eitthvað af sér leiða og styrkja konur sem ýmist eiga við veikindi í móðurlífi eða annan krankleika að stríða eða fæðandi konur. Og þetta var mjög merkilegt af henni að leggja sitt á mörkum í þeim efnum, en það söfnuðust 37 milljónir til þess að byggja upp aðstöðun á Kvennadeild Landspítalans sem allir landsmenn meira að minna þurfa á að halda. Og kona mín, Elín Sveinsdóttir, hún hefur verið í stjórn lífsstyrktafélags Kvennadeildarinnar og hún fekk það hlutverk að vera fjölmiðlafulltrúi í Vilborgar á meðan á ferðinni stóð og það vil nú svo til að við vinnum ágætlega saman í Ella og ég var stundum að horfa yfir öxlina á henni og þá sá ég bara að þetta var ekki einasta mikil afrekssaga sem þarna var að fæðast, heldur líka gríðarlega merkileg þroskasaga og þarna er stelpa á ferðinni sem í dag er 32 ára sem var með mjög brotna sjálfsmynd sem unglingur. Hún passaði ekki inn í skólakjörið og þekkjum við ekki öll þessa sögu. Stelpa sem gat ekki lært, virtist að minnst ekki geta lært, að minnst innan þess kerfi sem henni var boðið upp á, hræktist ekki einu sinni, ekki tvisvar heldur þrisvar og framhaldsskóla, var rekin einfallega, vegna þess að hún bara náði ekki skerpunni, náði ekki fókusnum innan skólakerfisins, reyndi fyrir sér út í hennum almenna vinnumarkaði, þreifst lítið þar, fór síðan bara einfallega úr landi vegna þess að hún svona passaði hvergi að því henni fannst, kom svo heim og fór út á land og nána tiltekið að klaustri og var þar bara við skúringar og virtist vera svona dæmigerðu stelpu kjáni sem gat ekkert í lífinu.
En Vilborg Arna hins vegar mikill heimspekingur og ákaflega gáfuð kona og vel að merkja gáfur og árangur í skóla fari ekkert endilega alltaf saman og hún átti að sjá því að það hafa allir einstaklingar hæfileika. Það geta allir einstaklingar eitthvað ef þeir leita bara nógu lengi og hún var stundum að horfa út úr gluggann og þá sá hún bak við Lómagnúpinn glitta í Hvannadalshnjúk og hún hugsaði með sér að það gengur eiginlega ekki að hafa alltaf þetta fjall þarna fyrir sjónum sér og einn daginn fekk hún vinkonu sína til að labba með sér, algjörlega óundirbúin, fengu af þessu leiðsögn og þær fóru í nýjum skóm sem maður gerir náttúrulega ekki upp á hæsta fjall Íslands, kvaldar á fótunum, lentu í blindbil og hamurinn kvoldi sér yfir ökul og þau týndust tíma. En tenningunum var kastað, hún fann sig á fjöllum og þarna var hún 22 ára og það var ekki aftur snúið og hún lýsir því svo vel í bókinni sem mér finnst svo merkilegu partur sögunar að allir krakkar, hvernig svo sem þeim hefur gengið í skóla, þeir eru aldrei að hætta að leita sjálfum sér. Það alltaf þarna eitthvað inni sem hún ræður við, sem hún getur gert vel og þú átt að trúa á þetta eina og það kemur einhvern veginn í ljós og þá springur út. Seinna meir fór hún svo bara einfaldlega í háskóla, ekki einu sinni heldur 2 ár og blómstraði þar og þetta leiðir hugan að því að skólakerfið með fullri virðingu fyrir því góða sem það gert. Við mögum aldrei taka það af skólakerfinu og það margt mjög vel gert. En ég þekki það sem faðir bæði fjölfatlaðs barns, þroskahefts barns, stelpu með lesblindu og fólk sem framúrskarandi námsmenn að skólakerfi gerir stundum ráð fyrir svona dálítið mikið bara einni típu af fólki, svona meðal skussanum og það svolítið hvimleitt. Tryggvi Gíslason, skólameistari minn úr Emma, sagði einu sinni að það vantaði bara eitt atriði í grunnskólalögin og ég alveg sammála honum. Það vantaði það að fólki líði vel í skóla. Já. og mér finnst þetta svo snjöll setning á Tryggva. Þetta frábær setning og ég held að það sé frumforsenda að öllu fólki í skóla, sérstaklega grunnskóla sem skyldan, eigi að líða vel og þá held ég hitt komið svo litið af sjálfu sér. Já. Og hvernig gekk að skrifa bókina? Mjög vel að svo miklu leyti sem ég gat náð að vera konan í sögunni vegna að ég skrifaði í fyrstu persónu og Reynir Traustason ritstjóri DFF hann gaf bókinni glimrandi góðan dóm í DFF 4 stjörnur og líkti textanum við Jónas Hallgrímsson sem ég get nú verið ágætlega sáttu við en hann sagði að þarna hefði verið eins og hafa Sigmund Erni í tjaldinu með sér út hjá klækanum og auðvitað kemur skáldið eins í gegn og það var líka að skrifa þessa sögu með svona ákveðin skáldlegum tón og svona þetta land í sjálfu sér bara eitt stórt kvæði, eitt stór Einar Ben í sjálfu sér, þarna gerast verstu veður í heimi, heimsmeti í kulda 89,2 gráður í mínus og eilífur mótvindur fyrir þá sem sækinn á Suðurpólinn og landið svo stórt í sjálfu sér að því verður valla líkt við aðrar álfur. Evrópa minni heldur en Antartíka, Eyjaálfa minni heldur en Antartíka, Bandaríkin minni heldur en Antartíka, 14 miljón ferkilometra flæm þessi ís sem geymir 70% af ísmassa jarðarinnar, þannig ef hann myndi allur bráðna þá hækkaði sjávarstaðan 66 metra og til marks víðáttuna að Vilborg Arna gekk í gegnum Antartíku fjallgarðinn, lengd hans nákvæmlega jafn löng og leiðin á milli Reykjavíkur og Rómar. Þannig að maður er bara þreyttur að heyra þetta. Og við snúum jörðinu svo sjaldan og hvolf. Já. Við horfum alltaf á hana frá okkar sjónarhóli og það segir nú svolítið forheimskuna svona í umræðinni almennt að við Vesturlandabúar horfum alltaf á jörðina frá sama stað. Við snúum henni aldrei við. Við veltum henni aldrei við eins og hverja annari mynd og þess vegna í sjálfu sér mjög hollt að snúa jörðinu stundum við og horfa á það sem þetta fyrir neðan okkur. Það að koma áramót, Sigmundur Erni, hvernig ertu áramótin? Ertu viðkvæmur? Já, ég reynda mjög viðkvæmur. Ég get alltaf að fara í jarðaferð, þá fer ég að grenja. Já. Og ég held að sé reynda mjög algengt með ljóðskáld og
og rithöfundur. Fyrir viðkvæmar sálir og grenjum yfir einn text og annara. Og ég var til með að lesa vinn minn Sjón með eina sína bestu bókundaginn og ég bara grét eins og kettling, eins og einhver myndi segja. Með fullri virðingu fyrir konu vegna þess að kalla mig greina náttúrulega jafn mikið á þær. Og sko ég á það til að líta öxl. Já. Og spyrja, fékk ég gott líf? Og ég hef alltaf getað svaraði játandi. Ég hef átt í láni að fagna að geta notið lífsins, eignast fullt af börnum, alls konar börnum, góða konu, stórfjölskyldu og lifað mjög viðburðaríku lífi. Og svo megum við ekki gleyma einu að ég hef líka hreft stærsta vinningin, það er heilsu. Og nú með konu 60 aldur, vinir manns eru sumir hverjir fannir að róa yfir á nýmið með ræðarna mikla og maður spyr sig er þetta ekki stærsta hefnin í lífinu? Að geta vaknað á hverju morgni, sett báða fætina fram á gólfið, staðið upp og gert það sem mann langar nákvæmlega þennan og þennan daginn. Og þetta gleymist allt of mikið og við foreldrar til dæmis barna sem hafa þurft að berja sér í lífinu við kannski áttum okkur á þessu betur en aðrir líka fólk sem hefur þurft að standa í langvarandi veikindum maka eða barna eða fjölskylduvina að það áttu að segja á því að þetta má aldrei vera sjálfgefið og fólk á að mínu viti að ekki endilega alltaf vera að tala við Guð, heldur líka bara þakka fyrir sko það góða sem hefur hentað í lífinu. En nú hefur þú Sigmundur mist barn. Já, það var erfitt. Og, en óumflýjanlegt undir lokinn. Eydís mín fæddist að því virtist heilbrigð stelpa, fjörleg. En glímdi við mjög sérstæðan hrörnunarsjúkdóm allt sitt líf og enginn gat útskýrt þann undarlega sjúkdóm sem felldi hann í lokum en það var hann orðið mjög mikill sjúklingur og maður óskar engum langra lífdaga þegar menn eru orðnir fangar líkama og sálar og hún hvatti mér friðsamlega rétt í það mynd sem ég var að fara á þing og það var ógleymanleg mynd. Hún náttúrulega var orðið mjög mikill sjúklingur og þurfti á miklum lyfjum að halda og ég var í gær að klára eitt ljóð þjáninguna, píninguna og sársaukann sem byggt á þessari síðustu mynd þegar að þrotinn hverfur úr líkamannum og andlitinu og hinn upprænlega mynd mannsins, andlitið sjálft birtist á ný og maður geldur fyrir það með lífinu. Þetta er mjög sérstök reynsla. Þú skrifaði bók einmitt Já. Hana. 2004 kom út bókin Bjarna Eilifu sem fjallar um þroskasögu okkar Eydísar og ég mjög stoltur af þeirri bók. Ég skrifa hana eins og fordómafullu pabbi. Sumum félagsfræðingum fannst það ekki viðeigandi. Bókin hefði frekar átt að vera að skrifa eins og að fræðimörsku. En mér langaði með að skrifa bók þar sem að pabbinn sem að reyna eins og hann getur að ala upp barnið sitt haldinn öllum sínum fordómum gagvart lyfjum, gagvart sérskólum ef þið vil læknum, eins og við öll erum við erum haldin fordóma vegna þess að við vitum ekki betur og þegar að kemur að þeirri stund að þá fara að gefa barniðinu geðlyf þá verður bara viðurkenna að þú ert svo litið fordómafullur. Þér finnst ekki sjálfgefi að það sé verið að tróða alls konar lyfjum á hann í barnið þitt og þú svona setur skrokkin í hælana. En mér langaði að skrifa þessa bók þannig. Mér langaði ekki að skrifa eins og ég væri einhver súpemaður, ofurpappi, heldur svona svolítið áttaviltur pappi sem væri með barn í höndunum sem hann réði ekki við, vissi ekki
hvernig myndi komast af í lífinu og var ekki einn það, heldur líka allir læknar og mér langaði líka að opna hennan heim sem á þeim tíma var svolítið lokaður. Við erum átt okkur á því að við þurfum ekki að fara lengra en aftur á 8. áratuginn, þá var hér rekið fávitahæli ríkisins og samfélagið krafðist þess nánast að þroskaheft fólk með þroskahömlun væri geymt inn á hælum og yrði ekki sett út á meðal almennings. Og ég man til dæmis það að þegar að Bjarni Kristjánsson kom með nýja síðu inn á Sólborg á Akureyri, sem nú reyndar háskóli Akureyrar í því húsnæði, og fór að fara með fólkið sitt, skjólstæðingana, út niður í bæ. Já. Þá var hringt út upp á Sólborg og Bjarni Binsalans beðin að vera ekki að koma með þetta fólk aftur. Akureyringar vildu ekki að þessi hlið samfélags væri sýnileg. Svona voru fordæmættir fyrir örfáum árum síðan og það er ekki fyrir örfáum árum það sem við gáfum fólki, jafnvel bara sem var treggáð, seinfært, möguleika á því að komast út í samfélag og leggja sitt að mörkum, vinna á kerrónum í bónus, húsverðir. Ég man að ég réði stelpu á fréttablaðið, seinfæra, sem dreifði póstinum innan fyrirtækisins og þetta fólk sem fær loksins að komast út af heimilum sínum, komast út í samfélagið á árshátíð, taka við launaumslega í hverju mánaðamótum, borði hádeginu með vinnufélagunum. Þetta er svo stórkostleg breyting og þetta bætir svo samfélagið, þetta brekkar svo samfélagið, það gerir það miklu áhugaverðara, vegna þess að ég segi, eftir því sem samfélagið verður breiðara, fjölbreyttara og fólkið óleikara, þeim mun svona sannara verður það. Við eigum að gera ráð fyrir öllum í samfélaginu. Við eigum ekki bara að gera ráð fyrir einni tegund nemenda í grunnskóla. Við eigum ekki að gera ráð fyrir einni tegund starfsmanna á stórum vinnustöðum. Við eigum að gera ráð fyrir öllum og það bætir fyrirtækin, það bætir stofnanir og það bætir samfélagið. Breytti það þér, Sigmundur Ernir, að missa dóttur þína? Já. Ég held að breyti öllum að missa hérna barnið sitt og ég orti mér nú mikið frá þessu, gaf út bók, ljóðabók Afviknir staðir 2011, það sem virki mér svo litið frá þessu, auðvitað virki maður sér aldrei frá þessu. En þar var ég til mér að velta fyrir mér því hvort að það að missa barnið sitt feli það ekki í sér að maður missi einhvern hlut af sjálfum sér. Og ég held að svo sé. Já. Og þetta gerði mér svo litið erfitt fyrir svona að þetta var náttúrulega mjög sérstakir tímar að í samfélaginu var samfélagið hrunnið, allir bankarnir. Mér hafi verið sparkað út frá vinnustafnum sem ég tók þátt í að byggja upp ásamt konunni minni og margir tengdu mig og konunni minna bara einlýnis við. Og ég var ekki fyrirkomin inn á þing að ég misti dóttur mína. Já. Þannig að það kemst náttúrulega engin óbreyttur maður frá svona veruleika en auðvitað náttúrulega lífir þessi dóttur mín jafn mikið með mér eins og þau hinn sem eru lifandi og fólk deyr aldrei frá manni. Nei, það er svo oft sagt, Sigmundur Ernir, tíminn læknar öll sár. Já, ég er reyndar ósammála því og reyndar ortil líka ljóð það sem ég komst að hinni niðurstöðunni að tíminn læknar ekki öll sár og hann línar vissulega ýmislegt en ástin milli manna er einfallega yfirsterkari einhverju lækningu og þetta er alveg svo að skilja við maka. Þú getur kallað að skilnað að borða á sæng, þú getur kallað að lögskilnað, en þetta er partur af lífiðinu og þú skilur ekkert við part af lífiðinu.
þú segir ekkert allt í einu, mitt líf byrjaði 28 ára. Já. Og fram að því hafði ekkert gerst. Þú skilur ekki við sjálfa þig og þú skilur ekki við þína fortíð og ert einfallega það sem þú hefur gert og hefur verið og ert, og þar á meðal ertu börni líka. Því þú skapaðir þau og hvort sem þau eru í lífs eða liðin, þá ertu þau áfram. Sigmundur Ernir Rúnarsson, takk kærlega fyrir að sitja hjá mér á þessu mótni. Takk fyrir. Takk.